byrja með. Þá bara býð ykkur öll hjartanlega velkomin. Það alveg virkilega gaman að sjá hversu margir eru að það gefið ykkur tíma til að koma. Ég var svona pínu smeyk þegar við Hjördís yrðum einar hérna, en það bara virkilega gaman. Það sem sagt bókin okkar Elspu sem hér til umfjöllunar. Það Elspa Sigríður Salberg Olsen sem ég búin að skrifa þessa bók sem hér. Bókin var gefin út og kynnt fyrst 7. ágúst á Akureyri í heimabæði okkar Elspu og hún var kynnt í Eymundsson á afmælisdegi Elspu þegar hún var 76 ára gömul og það sem var svo gaman að það voru svona það bil 50 metrar á milli húsa frá Eymundsson sem áður var kaupfélagið eins og þið vitið nú væntanlega. Og bókin hún fór á einhvern svona fáránlegt skrið, hún seldist upp, það var húsfyllir á Akureyri, alveg fullt út úr dyrum og það seldust þar upp öll inntök bókarinnar, bara 1, 2 og 3 og fyrsta prentun bókarinnar seldist upp bara á mjög stuttum tíma. Þannig að tíma þá var hvergi hægt að fá hana en nú sem sagt önnur prentun komin í umferð þannig að hún fáanleg í öllum bókabúðum landsins en á Austurlandi ekki bókabúð þannig að hún hefur ekki verið fáanleg hér en í lok vikunar þá verður hægt að kaupa hana hjá A4. En mér langar að segja ykkur aðeins frá bókakápunni að þið sjáu að það er letur á bakvið myndirnar og þetta þið sem hafi lesið bókina kannist kannski við að það talað 38 blaðsíður sem Elspa skrifar sjálf þar sem Brynjólfur Ingvarsson geðlæknir hvetur hana til þess að skrifa söguna sína þar sem hún situr í gæsluvarðhaldi í fangelsinu á Akureyri. Og þetta sem við sjáum þarna bak við myndirnar handskrifað sem sagt eftir hana. Þarna þetta allt saman, sem sagt það alltaf hægt að finna þarna punkt, kommu, stóran stafi en eitt. Þetta allt í belg og biðu, þetta reyndar ekki belg og biðu, þetta án þess að séu greinamerki en frásögnin mjög samhangandi og fín. Og ég hef notað mjög mikið upp úr þessu skjali í þessari bók og ég reyni að láta hennar orð halda sér þannig að hennar orðalag lifir í bókinni eins mikið og ég mögulega get pluss náttúrulega bara viðtölin við hana. En ég hef ekki skrifað bók áður en ég hef alla tíð starfað við það sem ég hef þurft að skrifa mikið þannig ég vön að skrifa texta og frekar auðvelt með það en þetta fyrsta skipti sem ég skrifa bók og ég fór á 2 námskeið í ritlist hjá Vigdísi Grímsdóttur sem var einstaklega gagnlegt og í framhaldi af því þá tók Vigdís mig svolítið í fóstur og ég hef notið mjög góðs af því í þessum skrifum mínum. Og ég hef ekki enn skilið og hef enga skýring á því hvers vegna Vigdís tók mig í fóstur. En það var bara svona einhver guðsgjöf að hafa hana með mér í þessu. Og ég fór líka á námskeið, 3 daga námskeið í Skálholti fyrirgefninguna. Því að ef þið lesið bókina þá fyrirgefningin svolítið mikilvæg í þessu fyrir Elspu og þar sem að henni snýr. Því að þetta erfið saga, erfið hluti sem þarna að gerast og hún sem fullorðin kona þarf að taka svolítið á við til að geta lifa lífinu þokkalega sátt í framhaldinu. Og við höfum rætt alveg óskaplega mikið fyrirgefninguna í okkar vinnu. Og þið sem eru búin að lesa bókina sjáu að það alveg sérstaklega fjallað fyrirgefninguna í lok bókar. Og það sem sagt, já ég sagði það kannski, það sögur útgáfa sem gefur bókina út. Það ritstjórinn sem var með mér, hann heitir Styrmir Guðlaugsson. Samskipti okkar voru einungis á netinu því að hann var í Danmörku á þessum tíma, en það skipti engu máli. Og ég var búin að segja ykkur frá bókakápunni og hún svo sem að hannar hana, það Helga Gerður Magnúsdóttir og svo það Árni Torfason sem sér umbrotið á henni. Og ég afskaplega ánægð með umbrotið, það var ákveðið að hafa hann í kilju og hún svona með stóru letri og það svona, hún létt lesin að fara yfir hana.
og það á þetta ágæta fólk heiðurinn af. Þetta erfið saga, þetta erfitt líf, en það sem ég hef gert hérna til þess að gera lesandanum bærilegt að lesa hana, að þá svona inn á milli alltaf einhverja jákvæðar frásagnir af einhverju léttmeti. Og ég ætla að lesa hérna upp á bókinu og eftir fyrir ykkur. Ég ætla að lesa fyrir ykkur inngang og svo ætla ég að lesa aðeins frásögn sem snertir hérna við Austurlandi. Og kannski áður ég byrja þá bara að segja ykkur að sko mín fyrstu kynni af þessu fólki, Guðrún, Helga og Hlín, gaman að sjá ykkur. Varstu svona vel móti öll? Gaman að sjá ykkur. Jú, mér finnst gaman að sjá alla hérna, virkilega. En mér langar áður ég byrja að lesa, langar mig að segja ykkur sko að ég elst upp á Akureyri. Pabbi minn vann í 60 ár hjá Kaupfélagi Eyfirðinga sem var það sem Eymundsson núna. Og ég ólst upp við það, bara þegar ég var að flækjast þarna hjá pappa og var að vinna þarna líka á sumrin, að maður var svona pínu smeykur við þetta hús hérna sem þið sjáu hérna. Þetta hús það hús sem Elspa og hennar fjölskylda ólst upp í og hét Karolínu Rest og þetta var í Kaupmannsgilinu. Það er búið að rífa þetta núna. Þetta stórmerkileg saga á bak við þetta hús og það stendur í rauninni þar sem að bílaplan Hótel Kea núna. Og ég man bara eftir því þegar ég var krakki og unglingur á Akureyri að það voru svo mikið læti sem bárust þarna oft frá, bæði frá húsinu fyrir utan og svona, maður var bara hálfhræddur við djöfulganginn sem var þarna í gangi. Þannig að það var nú svona mín fyrsta upplifun af þessu fólki, en svo fékk ég það náttúrulega staðfest þegar ég fór að kynnast Elspu betur, að það var alveg fótur fyrir þessu öllu saman. En mér langar líka að segja ykkur áður ég byrja að lesa að alveg frá því að mér var ljóst að þessi bók yrði að veruleika, þá átti ég mér þann draum hérna inni mér að koma hingað austur og kynna hana. Og það bara vegna þess að sumarið 2010, þá vorum við Elspa, gjör svo vel, þá vorum við Elspa búnar að ákveða að skrifa þessa bók. Þá vorum við að ná samkomulagi það. Á svipum tíma þá fæ ég símtal héðan að austan, þar sem ég beðin að koma hingað og gerast félagsmálastjóri fyrir 5 sveitarfélög hérna á svæðinu. Og það auðvitað bara eitthvað sem maður segir ekki nei við. Ég reyndar hugsaði mig vel að því ég hélt ég þekkti engan hérna, en ég var ekki búin að átta mig á Gullu að hún var hérna sko. En ég tók þessu boði og kom hingað austur og var hér í 7 ár og þá sagði ég við Elspu að ég get ekki skrifa bók á sama tíma og ég að taka að mér svona stórt og umfangsmikið verkefni. Að það gerir maður bara ekki. Þannig að þess vegna var þetta lagt á ís og hún sagði ítrekað við mig, hún Elspa, ef þú ætlar að gera þetta, þá verður að gera þetta áður en ég fer að gleyma. Og þegar ég hætti síðan störfum hér 2017 og fer suður og fór ég aðra vinnu í smá tíma en kom mér sem betur fyrir út úr þeirri vinnu og þá tók ég til við skriftir. Og þetta búið að taka mig svona 2,5–3 ár að koma þessari bók frá mér. Feikil vinna og ég hef gert það allstaðar. Þar sem hún að segja frá einhverju, þá hef ég alltaf sett mig í samband ef það mögulegt til að sannreyna það sem verið að tala um. Samanber, hún segist það að verið í sveit í Möðrudal, hún segir frá ýmsu í Möðrudal, hún var hjá Sveini og Kristínu, ég spurði Svein hvort að það hefði verið rétt að hún hefði verið þar í sveit, það var rétt, ég hafði samband við venna og venni hjálpaði mér með, hún að lýsa ýmsu sem hún að gera í Möðrudal og nafni á hundi og hesti og staðarheitum og ýmsu og þá setti ég mig í samband við venna og fór yfir það með honum þessari frásögn hennar og hann staðfesti fyrir mér að það var allt saman rétt með farið og svo skrifaði ég textan til að svona staðarlýsingar og svona
og las upp fyrir vennar sem staðfesti að þetta væri allt sem var rétt og mætti fara á prent. Þannig að venni á hluta í þessari bókinu. En þetta hef ég gert með allt sem ég hef mögulega getað til þess að sannreyna að það sé rétt. Og þið hafið örugglega eins og allir, eða ekkert allir, en þeir sem hafa eitthvað verið að fylgjast með þessari bók séð að það hafa komið fram mótmæli eða athugasemdir frá 13 ættingjum og ég hef valið að svara því ekki en ef að þið viljið spyrja einhvers hér þegar ég er búin að lesa út í það sem að kemur fram í þessum athugasemdum þá er það bara, eða hvað sem er þið mig bara spyrja mig nákvæmlega hvað sem er ef þið viljið hérna eftir og ég svara því eftir bestu samvisku. En ég ætla að taka hérna og lesa innganginn og þið sem að eru búin að lesa bókina og hafi heyrt það áður, þið verðið bara að láta ykkur hafa það. Það er bara svoleiðis. En inngangurinn, ég veit ekki, ég hugsa nú kannski að ég hafi lagt einna mesta vinnu í þennan inngang. Ég hef búin að skrifa hann ótrúlega oft. Alveg þvælan, fram og tilbaka og því mér fannst einhvern veginn skipta svo miklu máli að hann myndi grípa lesandann til þess að nenna að halda áfram. Og það, ég geti svo sagt að ég hafði fyrst samband við einn útgefanda sem ég bað fund með og hann vildi ekki hitta mig. Hann sagði bara ef þú hefur 2 milljónir þá skal ég gefa þetta út, en ef ekki, þá ekkert meir. Ég átti ekki 2 milljónir, þannig ég sagði þá bara ekkert meir. En svo hafði ég samband við annan og þá passaði ég mig á því að segja ekki neitt hvað máli snerist. Ég bað bara fund, geti fengið að hitta ykkur og þau vildi vita hvað ég verið með í höndunum. Ég sagðist bara vera með handrit sem ég vildi fá að lesa eins úr. Og ég fekk að mæta og las innganginn. Þar með var ég komin með útgefandar. Þannig að þá fannst mér hafa tekist vel til með innganginn. En inngangurinn hljómar þannig. Yfirskriftin er Elspa, konan sem breytti lífi mínu. Árið er 1979, það er miðvikudagur 18. apríl og ég, Guðrún Frímannsdóttir, rúmlega 20 ritari hjá Félagsmálastofnun Akureyrar, sitt sem oftar er skrifborðið mitt og pikka á ritvél upp á svokölluðum diktafóni sem nú telst til safngripa en var mikið þarfaþing þegar þetta var. Skrifstofan er á 4. hæð í gamla búnaðarbankahúsinu á Akureyri sem stóð við Bankastíg. Ég sit við gluggann, sé yfir Ráðhústorgið og nágrenni, í rauninni eins og hrafninn sem stendur efst á ljósastaur og fylgist með mannlífinu. Austan Ráðhústorgsins er lítið hús sem fyrir löngu hefur vikið fyrir stærri byggingum. Þarna var áður miðstöð langferðabíla sem óku meðal annars til höfuðborgarinnar. Nokkrar manneskjur standa við húsið auk bílana sem þar eru. Það er 10 stiga hiti, sól og fallegt veður. Það er nákvæmlega á þessu augnabliki sem ég sé Elspu Sigríði Salberg Olsen í fyrsta skipti og er auðvitað grunlaus þá að hún á eftir að gjörbreyta lífi mínu. Þarna stendur hún við einn langferðabílinn, stuttklift með áberandi gleraugu, frekar mikil sig, í víðri fráhneftri kápu og pilsi sem náði niður á miðlæri. Með henni voru 2 litlar stúlkur, dætur hennar 3 og 5 ára gamlar. Elspa talar mjög hátt og reiðilega en ég greini ekki orðaskil. Athygli mín er samt fönguð og ég fylgist grannt með Elspu storma að búnaðarbankahúsinu með fyrirgangi, hávaða og látum. Stúlkubörnin sem hún dregur á eftir sér eiga fullt í fangi með að halda í við hana. Hávaðinn eykst þegar Elspa og dætur hennar koma inn í búnaðarbankahúsið. Ég verð óttaslegin þegar ég áttar mig á að þær eru á leið upp á 4. hæð til mín. Þær mæðgur fikra sig upp stigana og smám saman heyri ég það sem fram fer og satt að segja er orðflaumur Elspu ekki birtingarhæfur. Farsíminn er ekki komin til sögunar á þessum árum og mér því engin leið að hringja í yfirmann minn og biðja hann aðstoð strax. Nei, ég verð sjálf að taka til minna ráða. Eftir nokkra stund er hurðinni hrundið upp. Elspa snarar sér mikilúðlegi fasi inn á gólfið með dæturnar 2. Hún sleppir höndunum á stúlkunum, ýtir þeim frá sér og snýr sér hranalega mér með þeim háværu skilaboðum að hún sé farin til Reykjavíkur. Segir að ég geti hirt þessar stelpur, hún sé búin að fá nóg af þeim eins og öllu öðru.
Með hurðaskellum rýkur Elspa út úr herberginu og stormar niður stigana, yfir götuna og að langferðabílnum sem ekur með hann á brott til höfuðborgarinnar. Eftir sitt ég með 2 barnung stúlkubörn sem ég þær eru hljóðar, haldast í hendur og horfa á mig stórum óttaslegum augum. Systurnar skilja ekki hvað er að gerast, skilja ekki af hverju mamma þeirri svona reið og af hverju hún skilur þar eftir aleinar og umkomulausar hjá ókunnugri konu. Sjálf skil ég heldur hvorki upp né niður í þessari uppákomu en ég reyni að hlúa börnunum eftir bestu getu. Á meðan ég sinni þeim fer hugur minn á flug og ég spyr sjálfa mig spurninga sem ég veit að ég fæ engin svör við hér og nú en ég veit líka að ég mun finna svörin þótt síðar verði. Hvernig stóð á því að Elspu leið svona hræðilega illa og kom fram við börnin sín á þennan hátt? Af hverju var hún svona reið? Hafði einhver gert henni eitthvað? Hvers konar fyrirmyndir átti hún í sínum eigin foreldrum? Hvers konar ævi hafði hún átt sjálf? Á hvern hátt væri hægt að koma henni til hjálpar? Hvað beið stúlknanna? Var þetta í fyrsta skipti sem þær upplifðust líka höfnun frá móður sinni? Það er ekki ofvikið orði þótt ég segja að þessi atburður hafi haft djúp og varanleg áhrif á mig. Hann markaði í rauninni lífsbraut mína og framtíð. Þarna skapaðist hjá mér þörf fyrir dýpri þekkingu á mannlegu eðli, löngun til þess að læra þann félagslega vanda sem gjarnan berst á milli kynslóða. Og síðast en ekki síst hvernig megi koma fólki eins og Elspu og börnum hennar til hjálpar. Elspa hvarf ekki úr huga mér. Rúmum 30 stúlkubörnunum 2 inn fyrir dyrnar hjá Félagsmálastofnun Akureyrar gerði ég klukkutíma langan útvarpsþátt lífshlaup hennar. Við gerð þáttarins rifjaði ég upp þetta tiltekna atvik með Elspu. Hún sagði að minningin væri sér of erfið og því hefði hún grafið hennar djúpt niður og geymt þar ásamt ýmsu öðru sem á daga hennar hefði drifið. Sumt væri einfaldlega of sárt að muna. Mótlæti, ofbeldi, sjálfsvígstilraunir, barnsmissir, svik, einelti og stöðug fátækt hafi verið fylginautar Elspu á lífsleiðinni. Félagslegur arfur fyrri kynslóða birtist henni strax í frumbernsku og hefur sett svip á og mótað allt hennar líf. Nú eru liðin 12 ár frá gerð þessa útvarpsþáttar og rúm 40 ár frá þeim tíma við Elspa hittumst fyrst. Einhvern veginn finnst mér ekki nema rétt að ég ljúki starfsævi minni sem félagsráðgjafi og skrifi í orðastað Elspu sjálfrar lífshlaup stórmerkrar konu sem hefur haft jafn mikið reynst mesta þarf á þing. Ég fékk til dæmis afrit af gögnum frá félagsmála og barnaverndaryfirvöldum Akureyrar, sjúkrahúsinu á Akureyri og héraðsdómi Norðurlands. Skrif Elspu sjálfrar líf sitt og stöðu frá því að hún sat í gæsluvarðhaldi í fangelsinu á Akureyri eru einnig mikilvæg og mögnuð heimild. Þetta eru 38 þétt skrifaðar blaðsíður sem Elspa handskrifaði á 3 dögum. Brynjólfur Ingvarsson, geðlæknir á Akureyri, hvatti hana til þessara skrifa en honum var falið að gera á Elspu geðrannsókn eftir tilraun hennar til manndráps. Í skrifum Elspu eru áhrifaríkar lýsingar á lífi hennar þar sem hvergi að finna stóran staf, punkt, kommu eða greinarskil. En án allra greinarmerkja lifna þar engu að síður við. Samantektina fékk Brynjólfur í hendur með loforðu að farga henni að lestri loknum. Sem betur fer varðveitti Brynjólfur skrifin. Auk þessara heimilda komu saga Akureyrar og hernámsárun á Akureyri eftir Jón Hjaltason á góðum notum. Sömu sögur að segja gamlar kirkjubækur á Akureyri og Bíldudal, skjöl í vörslu héraðsskjalasafnsins á Akureyri, gömul dagblöð og Íslendingabók. Það hefur verið mér lærdómsríkt, gefandi og á sama tíma sársaukafullt að hlusta á Elspu rekja sögu sína. Minni hennar gott og hefur margsinnis fengið að staðfest þegar frásögn hennar borið saman við þau opinberu gögn sem stuðst hefur verið við. Samtöl okkar tveggja fóru fram heima í stofu hjá Elspu þar sem hún kom sér vel fyrir í sófanum, gjarnan með bæði köttinn Óliver og tíkina Hóp hjá sér. Frásagnir Elspu hafa einkennst á góðum frásagnarhæfileika og hún kallar hlutina gjarnan sínum réttu nöfnum. Heiðarleiki og ósérhlífni Elspu í eigin garð hafa verið aðdáunarverð. Hún hefði auðveldlega getað fegrað sjálfa sig með því að segja ekki frá ýmsu sem á daga hennar hefur drifið.
Eins hefði hún getað óskað eftir því að eitt og annað færi ekki á prent. Frásagnir hennar hafa hvað eftir annað kallað fram erfiðar minningar sem hún hefur grafið djúpt og reynt að gleyma. Þegar það gerðist gaf hún sér góðan tíma, upplifði sársaukann og talaði líðan sína áður en hún hélt óhikað áfram. Einu skiptin sem Elspa hefur veigrað sér við að lifa frásögnina fljótær varðandi Eyju móðursystur hennar, sem lést fyrir mörgum árum. Elspa óttast að sverta minningu frænku sinnar í huga síðari kynslóða sem dýrkuðu hana og dáðu eins og hún gerði sjálf. Móðursystirinn var bjargvættur barnahópsins á restinni á Akureyri og auk þess fórnarlamba aðstæðna sem hún réð ekki við frekar en aðrir sem þar bjuggu. Við gerð bókarinnar komu fram skýringar og svör við vangaveltum mínum sem fyrir rúmum 40 árum upplifði hranalega framkomu Elspu við 2 barnungar dætur sínar. Saga Elspu gefur glögga mynd af því að hún átti ekki fyrirmyndir sem gáfu henni tilefni til að koma fram við dætur sínar á annan hátt en hún gerði. Elspa fór á mis við það í eigin uppvexti að eiga kærleiksríka foreldra sem mynduðu við hana heilbrigð tengsl, veittu henni öryggi og jákvæða athygli. Hvers kyns ofbeldi var hluti af hennar lífeyðingu og fram á fullorðinsaldur. Hún var rænsakti ekki til jákvæðra samskipta milli foreldra og barna. Barátta Elspu fyrir eigin tilveru var hörð og vægðarlaus þar sem hún lærði fljótt hegðun sem gerði henni kleift að lifa af. Líf hennar fór því í myrkan farveg strax við fæðingu og átti síðar eftir að móta hana sem barn, ungling, fullorðna konu, móður, eiginkonu og nú sem fullorðna konu sem segir sögu sína af æðruleysi og heiðarleika. Elspa lét til leiðast að segja sögu sína sem ég skrái hér. Hún hefur orðið í fyrstu persónu og ég trufla ekki framvinduna. Hún stiklar á stóru lífslaup sitt, henni ekkert smáatriða lýsingar gefið og dregur ekkert undan. Við lestur bókarinnar vonast ég til að við, Íslendingar nútímans, kynnumst rótum okkar betur og færum skrefi nær lífssögu sem vonandi heyrir fortíðinni til eða ætti að minnstakosti að gera það. Guðrún Frímannsdóttir. Svona hljómar inngangurinn af þessari bók. Bókin er 399 blaðsíður og það eru 32 myndir í henni. Þannig að myndirnar svona gæða söguna svolítið meira lífi. Og ég glemdi nú að segja það sko, á forsíðu bókarinnar er sem sagt mynd þarna af Elspu og svo er mynd af húsinu. Húsið sem við sjáum þarna, þetta er Karolína Rest, sem í bókinni er alltaf talað sem restina. Þetta hús gekk alltaf undir því nafni, það var bara restin. Og það var upphaflega eins og þið sem eru búin að lesa bókina hafið lesið mun stærra. Það var 120 hesta hús þarna við húsið sem síðan var fækkað niður í eitthvað 10 hesta og svo var hesthúsið rifið og svo seinna húsið algjörlega tekið burtu undir bílaplan. Og þarna neðst í horninu þar er Elspa með Hrafni Óskarsinni. Þannig á myndinni það er Hrafn Óskarsson sem er stóra ástin í hennar lífi og hún sat inni fyrir morðtilraun á honum. Svona getur nú lífið verið skrítið sko. En já, þá langar mig, áður en lengra er haldið, þá langar mig að lesa aðeins svona léttmeti, aðeins léttara frá okkur venna. Og þetta er sem sagt kafli sem heitir Listakona í sveit. Á þessum tíma er Elspa að vinna á verksmiðjunum á Akureyri og það stendur svona. Þegar sumarfrí var á verksmiðjunum var ég stundum í sveit. Hápunktur þessara sveitardvala voru 2 sumur þegar ég var 15 og 16 ára. Þá dvaldist ég hjá Stínu frænku minni og Sveini manni fallegasta fjall á Íslandi. Fjallið blasir við úr stofuglugganum í Möðrudal. Einu sinni sem oftar þegar ég sat við gluggan og málaði herðubreið kom þar að Stefán sem seinna kallaði sig Stórvall, horfði á þar sem ég var búin að mála og sagði: "Þetta er ljótt hjá þér, það er ég sem er listmálari en ekki þú." Jón bóndi, pabbi Stórvalls, hafði heyrt til okkar, kom inn í stofuna og sagði: "Nú skuluð þið setjast hér hvort við sinn gluggan og mála herðubreið. Sjáum svo hvort ykkar gerir betur."
Ég byrjaði að mála og lagði allt sem ég átti í myndina og uppskar hrós frá Jóni. Þetta flott herðubreið hjá þér, Elspa. Stefán gekk móðgaður í burtu því Jón sagði að myndin hans líktist ekki herðubreið. Jón í Möðrudal sem kominn var á níræðisaldur var svo ótrúlega góður við mig. Mér fannst eins og hann vissi hvernig mér leið og hvers konar lífi ég lifði. Einu sinni lánaði hann mér hest sem kallaður var Gamli Blesi og reiði ég bergbakt inn í Blá og hundurinn Garmur fór með mér. Ferðin tók lengri tíma en áætlað var en Jón taldi ekki ástæðu til að hefja leit. Sagði að ef eitthvað kæmi fyrir þá sneri hundurinn eða hesturinn heim. Í þessum leiðangri fann ég lind sem ég drakk úr, vatnið líktist gosdrykk. Jón sagði mér að þetta væri lækningalind og ég trúi að taka þátt í smalamennsku en þá sagði Jón að ég yrði að vera hnakk en ég kunni ekki að sitja hest þannig. Ég fór því í felur, tók hnakkinn af hestinum og smalaði berbakt með Garmi sem var góður smalahundur. Á leið heim setti ég hnakkinn aftur á hestin. Síðar spurði sá gamli góðlátlega: Elspa mín, fór vel hnakkinn á bak við steinin? Annað sumar sem ég dvaldi í Möðrudal kom Kristján Eldjárn sem síðar var forseti Íslands í heimsókn. Þorbjörg systir hans var einnig með í för. Þau ætluðu að skoða kirkjuna eins og flestir gera sem koma í Möðrudal. Systirinn opnaði útidyrnar sem liggja inn í lítið anddyri kirkjunar og þá kom Jón óvænt upp lúgu á gólfinu. Konunni brá við og varð úr mikil kátína. Annað atvik frá heimsókn þeirra systkina þótti okkur líka mjög skemmtilegt, en þá spyr konan hvort hægt sé að komast á klósett. Jonna, 5 árum yngri systir mín sem einnig var þarna í sveit sumarið, varð fyrir svörum, fylgdi konun út í fjós og leiði að pissa í flórinn. Gesturinn þótti þetta heimilislegt og gaman. Það svona þeir sem hafa lesið bókina sjáið að það alltaf inn á milli einhverja svona pínu léttar frásagnir. Bara til að verði ekki allt og þungt að lesa líf þessar ágætu konu. Þið með eiginlega ráða sko, ég get alveg að lesa eitthvað meira eða þið getur spurt mig líka eða bara hvernig sem þið viljið hafa það. Getur hugsað ykkur ég get lesið bara síðasta kaflan ef við gera það. Sátt við Guð og menn. Sko það inni fyrir ykkur sem hafa ekki lesið þetta, þá inni í bókinni, ég hafði samband við fólk sem hefur skipt miklu máli í lífi Elspu. Og það eru 2 systkin hennar sem að skrifa kafla í bókina sín samskipti við Elspu og það sem mjög áhugavert að önnur þeirra, eða systir hennar, sem að skrifar hér mjög fallega systur sína, að hún eina af þeim sem að skrifar undir þessi mótmæli. Þannig að það svona ákveðin mótsögn í því, en það bara hennar mál. Og það það eru 2 dætur hennar, eiga kafla hérna inni, og 2 systkin hennar, Hrafn, stóra ástin, hann á kafla þarna. Ég rétt náði honum áður en hann dó. Ég spurði Elspu hvort ég mætti taka viðtal við Hrafn og þá sagði það bara alveg sjálfsagt að hún verður að drífa þig því hann alveg á síðasta snúning. Og það reyndist vera rétt. Ég fór á Akureyri, var reyndar hér fyrir austan og brunaði á Akureyri og náði í Hrafn og náði mjög góðu samtal sem hér í bókinni. Og svo Brynjólfur Ingvarsson á hérna kafla og Valgerður Magnúsdóttir sálfræðingur sem kom sterkt að málum Elspu og þannig að það eru fleiri raddir, það ekki bara okkar Elspu rödd sem þarna inni sko. Og á Storytel þá þetta gert listavel að það Valgerður Guðnadóttir les bókina mjög vel, ég les innganginn og svo eru kallaraddir sem lesa kallana og aðrar kvenraddir sem lesa konurnar. Þannig að það alveg Storytel, það alveg 10 fyrir lestur á þessari bók. En það náttúrulega auðvitað vantar myndirnar. En ég ætla bara áður við klárum þetta, þá les ég hérna síðasta kaflan. Sátt við Guð og menn. Drottinn hefur hjálpað mér að verða betri manneskja og nú ég orðin 74 ára.
Hún er enda 76 í dag, en hún er 74 þegar ég er að skrifa þennan kafla. Ég bý með kettinum Oliver sem hefur fylgt mér síðustu 3 árin og Chihuahua tíkinni Hope sem Betty vinkona mín gaf mér í afmælisgjöf fyrir tæpu ári. Allt frá því ég var barn hef ég átt ketti og stundum hunda. Dýrin veita mig bæði hlýju og gleði. Þau gera kröfur sem auðvelt að mæta, vilja nálægð, útiveru og eitthvað að éta, lítið meira en það. Við 3 sofum segur úr vanlíðan minni. Hlýjuna frá honum og hvernig hann kúrir sig að mér og malar er gott að upplifa. En verkirnir í skrokknum eru ekkert nýnæmi. Þeir hafa herjað á mig í áratugi en aukist jafnt og þétt eftir því sem ellikelling gerist kræfari og aðgangsharðari. Afkomendahópurinn minn er orðinn stór. Þau eru 19 börnin sem eru bundin með blóðböndum, auk 8 annarra sem dætur mínar hafa fengið í bónus með mökum sínum. En allt eru þetta mín barnabörn og barnabarnabörn, hvort heldur er að ræða stjúp eða blóðtengsl. Ég tel hvorki þarna með dóttur mína sem ég gaf frá mér, né heldur Örnu Pálu sem tekin var frá mér. Ég get ekki gert að mínu það sem ég ekki á. Fyrir fjöldamörgum árum fann ég rofa að tilfinningum mínum, ég teygði mig í rofan og slökkti. Það var ákveðin léttir að aftengjast. Ég var orðin úttauguð og niðurbrotin af neikvæðni og niðurlægjandi athugasemdum sem dunuð höfðu á mér frá barnsaldri, bæði frá ættingjum og öðru samferðafólki. Sjálf var ég heldur ekki jákvæðasti dómarinn í eigin sök, sem kannski er eðlilegt, en engu að síður afar sársaukafullt. Ég var alltaf varnarlaus og opin og því auðvelt að særa mig djúpt og reita mig til reiði sem ég réði ekkert við. Ég kunni ekki að bregðast við nema með öfgum og blóðið rann mér til höfuðsins, þess vegna fór oft illa. Þess vegna var mér nauðugur einn kostur að slökkva á tilfinningum mínum eins oft og ég kom því við. Í dag forðast ég samskipti við fólk sem dregur úr mér orku og mætir mér með neikvæðni. Ég forðast mannamót þar sem ég tel mig ekki velkomna. Þess í stað rækta ég tengsl við þá sem virða mig eins og ég er. Ég elskaði umgangast fólk sem gefur mig jákvæða orku. Trúfélagar mínir eru þar efstir á blaði. Þeir hafa hjálpað mér við að lækka rostan í heiftinni. Það var mikið frelsi þegar ég áttaði mig á að ég geti ráðið því sjálf hvaða fólki umgengst og einnig að ég geti slökkt á tilfinningum mínum og leyft þeim að dvelja í myrkrinu. Ég græt því mjög sjaldan. Mér vöknar þó augun þegar dýr og börn eigum sárt að binda. Fullorðið fólk kallar ekki lengur fram slíkar tilfinningar hjá mér. Ég er hætt að leyfa fólki að særa mig og meiða og ég forðast að meiða og særa aðra. Það er eins og myndast af einhvers konar verndarhjúpur umhverfis mig og ég uni glöð við mitt fábrotna líf. Mér hefur ítrekað verið bent á að æskilegt væri fyrir mig að fá aðstoð fagfólks og vinna úr öllu sem yfir mig hefur gengið frá því að ég var lítið barn í suðurendanum á Laxdalshúsi haustið 1946 og til fullorðins ára. Ég hefði líka sárlega þurft að vinna úr ítrekkuðum barnsmissi, bæði vegna dauða, ættleiðingar og forsjársviptingar. Það kemur kannski af því að mér lánist að skilja líf mitt, skilja orsakir og afleiðingar, ábyrgð og ábyrgðarleysi, bresti mína og annarra. Sjá og skilja heildarmyndina sem leggst líf okkar allra, þótt æri sé hún misjöfn eins og mannanna lánið er. Það getur verið. Núna mæti ég hverjum nýjum degi með þakklæti og hef með árunum reynt að sætta mig við fortíðina og fyrirgefa sjálfri mér og öðrum. Ég hef reynt að sættast við foreldra mína, karlana sem ég giftist og kannski ekki síst við sjálfa mig og þær ákvarðanir sem ég hef tekið. Sumar hverjar arfaveitlausar, aðrar betri. Ég hef áttað mig á því að ég get ekki breytt því sem liðið er og heldur varla stýrt því sem koma skal. Ég hef því reynt að vera vakandi hér og nú og njóta líðandi stundar. Við gerð bókarinnar hefur verið mjög sársökafullt að rifja upp ævi mína frá því að ég var lítið barn í Laxdalshúsi og til dagsins í dag. Ég hef á leiðinni margoft velt því fyrir mér hvort lífssaga mín eigi eitthvað raunverulegt erindi til fólks. Saga mín með öllu sínu nöturlega ofbeldi er því miður lík sögu allt og margra annarra hér á Íslandi. Það er sorglegt til þess að hugsa að kannski einmitt þess vegna skuli hún eiga erindi og muni eiga erindi þangað til tímarnir breytast og mennirnir með.
Við ritun bókarinnar höfum við Guðrún Frímannsdóttir, ritarinn ungi hjá Félagsmálastofnun Akureyrar sem tók við dætrum mínum fyrir áratugum og skildi ekki hvaðan á sig stóð veðrið þegar ég skildi þar eftir hjá henni, oft setið lengi og skrafað saman fyrirgefninguna. Þeir sem þekkja mig vita að ég hef verið reið og æst út í samferðafólk mitt, oft algjörlega tilefnislausu. Ég hef borið öll mín áföll, alla mína erfiðleika með mér í gegnum lífið, án þess að þau hafi komið upp á yfirborðið nema í takmörkuðu mæli. Ég hef í rauninni verið eins og píslarvottur á krossi lyginnar og blekkinganna, reynt að fegra aðstæður bæði fyrir sjálfri mér og öðrum. Fyrirgefningin hefur ekki verið hluti af mínu lífi fyrir en síðustu misseri að ég gerði mig grein fyrir mikilvægi hennar. Sagt er að fyrirgefningin snúist meðal annars að ég gefi sárum mínum rödd, tali eigin misgjörðir sem og það ofbeldi sem ég hef sætt. Að ég segi sögu mína og deili henni með öðrum er ef til vill tilraun til að gefa bæði sársaukanum sem ég hef orðið fyrir og þeim sem ég olli sársauka rödd. Mín leið til að biðjast fyrirgefningar og til að fyrirgefa sjálfur mér. Mín leið að því frelsi sem ég hef alltaf leitað að og alltaf þráð. Kvöldur út í nýri sett á sér stýri út ræðin týri.